Viljayfirlýsing uppbyggingu á framtíðar aðstöðu fyrir skipaflota Landhelgisgæslunnar í Njarðvíkurhöfn var undirrituð af dómsmálaráðherra, fulltrúa Landhelgisgæslunnar og Reykjaneshafnar á Marriott hótelinu í Reykjanesbæ í dag. Jón Gunnarsson, dómsmálaráðherra, segir að sé að ræða framtíðarlausn fyrir skipaflota Gæslunnar og að eftir það bil 2 til 3 ár verði skipaútgerð hennar alfarið flutt í Njarðvíkurhöfn en Gæslan fagnar aldarafmæli í júní 2026. Getur sagt að þetta sé mikilvægur áfangi og stór dagur hérna, það sem að það sem þú varst að kynna? Já, við erum búin að vera núna í undirbúningsvinnu að þessum degi í það bil ár og frá því ég setti ákveðin samstarfshóp í gang í samvinnu við á ykkur hér suður frá og nú niðurstaðan komin hvernig þetta þarf að líta út, hvað þarf að liggja til grundvallar og sem allir eru sáttir við og fullir tilhlökkuna með. Þannig að nú þarf bara að klára þessa viðbóta fjármögnun sem að þessu fylgir fyrir rekstur Gæslunnar sem í raun mjög lágar upphæðir í stóra samhenginu. Þannig að það ekki að vera neinn fyrirstaða og þannig að menn eiga að geta haldið áfram af fullum krafti núna. Leisti strax vel á þessa hugmynd svona þegar hún kom fyrst? Já, mér leist mjög vel á hana og hún í raun hluti af þessari stefnumótun sem að við settum í gangi í ráðuneytinu þegar ég kom þar inn að flytja líka þessi opinberu störf út fyrir höfuðborgarsvæðið. Og það var tekin ákvörðun á sínum tíma að fara með annað varðskipið norður í land og það var mjög góð ákvörðun sem var tekin það öfluga skip og þá á að hitt að vera hérna megin á landinu og Njarðvíkurhöfn alveg kjörinn staður fyrir Landhelgisgæsluna. Það allir sammála það að þessi staðsetning mikið góð. Eitthvað þegar að skrifa undir viljayfirlýsingu í dag, getið spurt eitthvað ljón í veginum á næstunni eða þarf þetta bara að taka sinn tíma og hvenær mun þetta klárast þá? Já, sko, hafnaframkvæmdirnar sjálfur sér inn á samgönguáætlun og hún nú að koma fram ný núna og við höfum eftir að sjá hver staðan þar en þær eru í undirbúningi. Það eru auðvitað stóra atriði í þessu og því fylgir síðan þá þessi aðstaða sem að Gæslan þarf og allir eru sáttir að byggja og hvernig það verður útfært. Og þannig ég sé engin stór ljón í veginu fyrir því að þessi viljayfirlýsing þar sem að allir aðilar eru búin að koma sér saman hvernig þessu verður best fyrir komið og annað en að þetta muni bara halda áfram og klárast og við vorum nú að rifja það upp hér inni áðan að 2026 í júní á Gæslan 100 ára afmæli og við erum að vonast til þess og það ekkert sem bendir til annars en að þá ætti þessi aðstaða og flutningur að hafa þegar átt sér stað. Og þið voruð að nefna hér í kynninguna að þetta gríðarlega góð staðsetning út frá ýmsum atriðum, öryggismálum og fleira. Já, það alveg ljóst. Ég meina, hér erum við nú bara með rétt fyrir, getum við sagt í túnfætinum hjá ykkur, erum við með eitt hættulegasta hafsvæði í heimi og það einmitt mjög mikilvægt að Landhelgisgæslan með sínum öfluga skipakosti geti brugðist við þar. Þannig að þetta mun líka stytta siglingaleið fyrir Gæsluna og þannig verður til ákveðin sparnaður í rekstri og það hagkvæmni þegar kemur að viðbragði sem að krefst hraða og slíkt. Þannig að staðsetningin alveg óumdeild mjög góð fyrir þessa starfsemi. Auðun Kristjánsson hjá Landhelgisgæslunni segist fagna þessari ákvörðun og verði mikil bylting og eitt skrefið í að efla starfsemi Gæslunnar. Þetta verður algjör bylting fyrir okkur og þetta svona enn eitt skrefið það búið að gera heilmikið fyrir Gæsluna á síðustu árum. Við erum með 2 mjög öflug skip, við erum með 3 mjög öfluga þyrlur. Halldór Karl Hermannsson, hafnarstjóri í Reykjanesbæ, segist afar ánægður með að þessi áfangi sé nú að komast í höfn. Hugmyndin hafi fyrst komið upp fyrir 5 árum síðan. Hafnarstjórinn hlýtur að vera ánægður með þennan skemmtilega áfanga. Já, það ekki hægt að segja annað. Við erum búin að vera að vinna að þessu máli undanfarin ár og má eiginlega segja að grunnurinn sé fyrir 5 árum síðan þegar hugmyndina vöknuði eiginlega fyrst að vinna þetta á þennan hátt sem við erum að birta það í dag. Hvernig kviknaði þessi hugmynd? Hugmyndin kviknaði eiginlega þannig að stjórn hafnarinnar á því kjörtímabili í 2018 var að vinna stefnumótun fyrir hafnarmannvirki hafnarinnar og
spá í hvað þeir getur gert betur og hvernig þeir sæju þróunina fyrir sér. Og eitt af því sem menn sáu var að menn þurfa að setja út skjólgarð við Njarðvíkurhöfn til að auka öryggi og viðlegu möguleika hafnarinnar. Þegar við vorum svona að vinna þetta þá þurftum við eiga töluvert samskipti við Landhelgisgæsluna og við urðum varir við það að þeir voru svolítið á hrakhólum hjá Faxaflóahöfnum og við fórum og teiknuðum bara inn möguleika fyrir þá í tengslum við þannig skjólvarnargarð. Og við sáum þetta smettpassaði, plús það að okkur finnst að vera ákveðin upphefð að fá að hafa skip gæslunnar hjá okkur og þá starfsemi sem þar er. Þannig við lögðum bara spilin á borðið og hingað erum komnir. Getur lýst fyrir okkur í stuttu máli svona hvað verður gert þarna? Það sem verður gert er að við setjum út skjólvarnargarð fyrir núverandi hafnarmannvirki í Njarðvík. Inn á þennan skjólvarnargarð munum við byggja viðlegukant sem að mun hýsa þá skipakost gæsluna sem á að vera hér á Suðurlandi. Í tengslum við það þá verður byggt upp aðstöðuhús og önnur aðstæði kringum það svo að þeir geti verið með alla þá starfsemi sem er þurfa til þess að sinna þessum þáttum í sinni starfsemi á einum stað. Og hvernig ganga peningamál og praktísk atriði í þessu? Þessi framkvæmd er inn á samgönguáætlun sem gerir það verkum að ríkissjóður leggur til ákveðin hluta. Við erum svo að taka samtali það hvernig staði verður að fjármögnun mismunarins og tekjum í kringum það. Og þetta er alltaf stemma? Að sjálfsögðu, þetta er alltaf stemma. Við erum með Excel og við náum alltaf réttir útkomu í Excel. Hvaða þýðingu mun þetta hafa svona fyrir svæði til dæmis? Þetta mun hafa, fyrir það eins og ég segi, ákveðið stolt fyrir svæðið í mínum huga, að þá mun það örugglega skapa störf. Bæði beinstörf því að með árunum miðað við það sem manni er sagt að þá mun væntanlega fleiri Suðurnesjamenn verða starfsmenn viðkomandi skipa, plús það að þessi skip þurfa þjónustu og það mun gera það verkum að þjónustuaðilar á svæðinu mun njóta góðs af. Skipasmíðastöð Njarðvíkur er að byggja stærri þurrkví. Já. Og hvernig koma þeir inn í þetta fyrirtæki? Það er sama sem gerðist þar að þegar stjórnin ákvað að setja eða vinna því að setja út þennan skjólvarnargarð, þá sáu stjórnendur skipasmíðastöðunar tækifæri. Þeir sjá að ef þeir reynir ekki að fylgjast með þróuninu og geta þjónustað þau skip sem er að bætast í skipaflota landsins sem eru sístækkandi að þá liggur bara leiðin niður á við og þessir aðilar eru ekki þannig gerðir að þeir sætti sig við það þannig að þeir sáu sér leik á borði og eru að undirbúa það að geta sett niður þurrkví þarna sem að gæti verið að taka til starfa sveipa leyti og gæslan verið að fá sína aðstöðu af þetta. Þannig að þetta verður bylting í rauninni á þessu sviði, þjónustu? Algjörlega, ekki bara hér á svæðinu, heldur fyrir landið allt og í framhaldinu hafa menn séð það að á þessu svæði gæti þróast upp mikil þekking í bæði iðngreinum og tölvuiðnaði vegna þess að eitt skip í fiskiskipaflotanum dag, þetta er ekki bara bátur með veiðarfæri, þetta er í raun og veru hugbúnaðar aðstaða því að þeir gera ekkert í dag nema að hafa fullkominn tölvubúnað og svæðið í kringum skipasmíðastöðina Landhelgisgæsluna og Njarðvíkurhöfn gæti orðið gróskumikið á komandi árum á þessu sviði með tengingu hugsanlega við menntastofnanir og svæðin eins og Fjölbrautaskólann. Nú er verið að tala eitthvað tímalínu 2 til 3 ár. Hvað gerist svona næst í þessum máli? Það næsta sem gerist í þessu máli að við munum fara á stað með útboð með haustinu þar sem að við munum bjóða út dýpkun á svæðinu. Í framhaldi af því getum við séð fyrir okkur að það sé að ganga upp með komandi vori á næsta ári að þá þarf að vinna því að koma úr skjólgarðinum og þegar hann er komið vel á veg þá fara menn að vinna undirbúningi viðlegukantsins þannig að eins og sagt er í lok árs 2025, byrjun árs 2026 ætti þetta alltaf vera komið. Varðandi þessa aðstöðu í Njarðvík,
Hvernig gengur með fjármögnun á þessu og hver verðmiðinn í rauninni, hvað mun þetta kosta og hverjir að fara að borga þetta? Þegar upp í staðið þá borgar þeir sem að nota á einn eða annan hátt. Við erum með þessa framkvæmd inn á samgönguáætlun sem gerir það verkum að ríkissjóður leggur til 60% af fjármagninu beint. Annað byggt upp á þjónustutekjum á einn eða annan hátt. Þannig að við erum að taka 40% beint og þann hluta erum við búin að fá lánsloforð fyrir. Við eigum því miður ekki eigið fyrir það, en við erum búin að lánsloforð fyrir því, en þó að sé ekki mjög kræsilegur fjármálamarkaður í dag, að þá vonumst til að hann lægist aðeins á þessum næstu 3 árum sem við erum að vinna þetta.